öfgarnar í borgarmálunum eru annars vegar þetta, norður kóreiski armur sósíalistaflokksins og hins vegar miðflokkurinn sem að talar eins og hann talar langt til hægri. Það enginn að tala fyrir miðjunni nema Framsókn. Skynseminni í samgöngumálum. Ég meina, þú veist, annars vegar þetta þessir flokkar á vinstri vagnum sem segja að við ætlum að keyra borgarlínu áfram og við ætlum ekki að hlusta á gagnrýni frá fyrirtækjum og þeim sem sækja þjónustu á Suðurlandsbraut. Við ætlum bara að keyra þetta áfram án þess að hlusta á gagnrýni og ekki breyta neinu. Og hins vegar hægra megin það sem að miðflokkurinn segir við ætlum bara hætta við þetta alveg og ekki gera neitt. Góðan daginn og takk kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þátturinn í boði Þorgrímsson, fiskhúsið.is, heitir pottar.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Polsen og að sjálfsögðu alvöru bón. Þú ert núna að hlusta á þennan þátt á almennri veitu, en til þess að öðlast aðganga þessu hlaðvarpi á undan öðrum og án auglýsinga, þá ferð þú inn á partus.is/1pæling og gerist þar áskrifandi. En í ofanálag við það að fá þáttinn á undan öðrum og án auglýsinga, þá ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni og þrátt fyrir að vera lítið hver og ein áskrift mér afar kær, en hún kostar bara 990 krónur. Það bókstaflega ekkert sem kostar í dag 990 krónur fyrir utan þetta hlaðvarp og því langar mig að hvetja þig til þess að fara inn á partus.is/1pæling og gerast þar áskrifandi. Einnig vil ég hvetja þig til að eiga viðskipti við ofangreymda samstarfsaðila, en þeir eru mér ekki sammála allt, en aftur á móti þá eru þeir að hvetja til aukins málfrelsis á Íslandi, en það það sem að þessi þáttur stendur fyrst og fremst fyrir. En í millitíðinni, þá máttu endilega gera subscribe að þessa rás að þú ert að hlusta út á YouTube, aga í 5 stjörnur og ég veit ekki hvað þetta heitir nú allt. En fleira var það ekki. Takk kærlega fyrir að hlusta og gjörið þið svo vel. Þetta ekki bara pólitík? Jú. Þú veist. Bara pólitík. Þetta ekki allt pólitíka? Jú. Þú með bakið upp í reipunum hennar. Köðlunum segja. Já, ég kalla reipin. Þú ert ekki að fara að skóla mig boxið, sko. Ég kalla stundu kaðlana, stundu reipin. Já. Hvernig sér þetta fyrir þér? Ég held að við mikið inni. Ég finn það að þegar maður tala við fólk veit að við náðum miklum árangur á þessu kjörtímabili. Tókum til í rekstrinum, tókum náttúrulega við þrotabúi. Ég var kallað þrotabústjóri þegar ég var borgarstjóri. Minnihlutinn sagði, heyrði, já, það bara til hamingju að taka við þrotabúinu. Og við fórum í þetta, snerum við rekstrinum, 16 milljarða halla, og þegar ég skilaði það mér árinu þá var 5 milljarða afgangur, 20 milljarða jákvæð sveifla í borginni. Og svo tók nýr meirihluti við og tók strax til við hendinni að eyða peningum. 10 milljarða neikvæð sveifla og þeir eru konur í 5 milljarða ríflega halla strax aftur. Ég bara séð inn í þetta. Hver ástæðan fyrir þessu? Þú veist, hvað, ef þú horfir á þetta, þú hefur verið í þessum rekstri. Já. Þú veist, þau tala lífeyrissjóðsskuldbindingar og fleira. Já, maður þarf alltaf að hafa borð fyrir báru út af þessum reiknuðu stærðum, sko. Ég meina, þegar við, þegar ég var að ná þessum árangur með rekstur borgarinnar, þá vorum við ekki til dæmis að njóta þessara reiknuðu stærða, hvað var þar matsvirði félagsbústaða. Árin fyrir síðustu kosningar, þá var sko 20 milljarða hækkun á matsvirði félagsbústaða. Hún var 2,6 þegar ég var borgarstjóri. Þannig að reiknuðu stærðirnar voru ekki að spilast með okkur, sko, á þeim tíma. En sko, það bara engin áhuga á rekstri hjá þessum flokkum. Þau eru ekkert að spá mikið í þetta og þegar þegar varum að keyra í gegn svona bara mildar hagræðingar aðgerðir til þess að standa vörðum þjónustuna en hagræða inn í kerfinu, það var dálítið eins og að fá fólk til þess að kyngja grjóti til þess að samþykkja þetta. Og ég bara þeirra skoðunar að það verður að breyta hér algjörlega meirihluta í borginni til þess að
nýta þróttin í borginni að því að tekjurnar streyma inn sko, það ekki vandamál, að það bara hætta að eyða í rugl og taka daldið til, ég kann það, við höfum gert það áður og getum gert það aftur og ef við erum með rétta samstarfsfólkið að þá verður hægt að sjá mjög miklar breytingar hérna í borginni, mjög hratt en það þarf bara hugrekki og réttu flokkana í það. Og þú ert búin að útiloka samfélinguna? Já, og það á ekki að koma neinum á óvart. Við slítum samstarfinu vegna þess að við komum ekki málunum í gegn. Breyttri skipulagsstefnu að byggja ekki svona þétt ofan í gróin hverfi þar sem að leik og grunnskólar eru fullir af börnum og biðlistar. Af hverju að bæta 600 íbúðum núna í Laugardalinn eins og þau voru að kynna bara fyrir 2 vikum. Þegar skólarnir eru tróðfullir og þá eftir að gera við á alla, þeir eru allir miklaðir. Ég meina, þetta algjör bilun, en þau gera þetta bara samt og halda fólk bara að fái að klappi fyrir þeim. Sko, þetta bara svona að kjarnaðist í þessari ákvörðun sem eitthvað svona panic move hjá þessari ríkisstjórn núna að segja við ætlum að byggja út alla borg og þetta nú aðalega á bílastæðum en gott og vel að þau kynna þetta 600 nýjar íbúðir í Laugardalnum eða í kringum hann inn í því skólakverfi, það þýðir 600 börn til viðbótar, það að meðaldali 1,2 börn í hverri íbúð og og skólarnir taki ekki við því og þetta bara grunnurinn að þessu vandamáli, þau ekki að hlusta og þessi stefna gjaldþrota og það ekki hægt að breytinni í samstarfi við þau. Ég þekki það og það þekkir það enginn af þeim sem að bjóða sig fram núna í dag, jafnvel og ég, hvernig það að vinna með Samfylkingunni. Við sprengdum meirihlutann vegna þess að við komumst ekki lengra með þeim og núna fyrir núna fundi húsnæðismálin hjá að hálfu leyendasamtakana, hún orðin fræg, hún varð væra leysi mynd, það sem að spurt skipulagsstefnan í takti við þarfir og vilja almennings og allir sögðu nei, með þess að Píratar og þeir sem að hafa og Viðreisn sem að hafa keyrt áfram þessa stefnu, þeir eru farnir að fatta það núna fyrir kosningarnar. Eini flokkurinn sem sagði já og bara alveg blindur á raunveruleikann, það Samfylkingin, núverandi borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir sem veifaði græna spjaldinu og það allir að horfa á þessa mynd núna og hugsa já ok, ég held að fólk sé að fatta af hverju við sprengdum meirihlutann. Mér þótti það reyndar alveg svakalegt. Hefur flutt eitthvað nýlega? Hvað á svona senstu árum? Já, ég flutti í Seljakverfi fyrir 4 árum eða 5. Já, þegar maður að skoða fasteigna við. Þá það sem að fasteignasalar taka ótrúlega snemma fram í vel grónu hverfi. Þérna íbúð í vel grónu hverfi sem að með þetta og stutt í sundlaugar og stutt í þetta og þetta. Það alltaf sérstaklega tekið fram í vel grónu hverfi. Og ég hef alltaf verið að pæla í þessu. Og núna, undanfarin ár, hefur það einhvern veginn orðið að einhverju svona kennimerki sem að skiptir einhver máli. Út af því að það bara verið einhvern veginn að moka íbúðum. Einhver staðar. Já. Fólk hefur ekki tryggingu fyrir því að gæðin sem að þau eru að kaupa bara verðið haldist í hverju. Það það sem ég að segja sko. Já. Það bara ótrúlegt. Og ég ég búin að læra mikið á þessu kjörtímabili og þetta held ég mikilvægasti lærdómurinn að við getum ekki komið svona fram við íbúa að byggja blokkir inn í grónum hverfum þar sem að innviðirnir eru bara eins og þeir eru og það svona einhver náttúruleg sveifla, það eru börnin fara í skóla og svo eldast þau og eldra fólki flytur eitthvað og svo koma nýja fjölskyldur og þetta svona bara hæg og góð þróun og eðlileg, náttúruleg en að ráðast inn í hverfin og byggja blokkir og svo fara íbúðunar að slást bílastæðin og skólarnir eru yfirfullir, kennararnir fara í kulnun og þetta verður allt erfitt og biðlistarnir lengjast eftir leikskólaplássunum að því að það ekki byggðir leikskólar í samhliða þessari þéttingu. Þessi stefna hún algjörlega gjaldþrota. Við eigum nóg land, við þurfum bara að byggja á því og við þurfum að byggja falleg góð hverfi þar sem að fólki líður vel, þar sem hefur aðganga grænum svæðum, aðganga bílastæði heima hjá sér og birtu inn í íbúðunum.
Ég meina, þetta ekki lægi hvernig samfylkingin hefur og þessir flokkar, það má ekki gleyma því. Viðreisn, Píratar, Vinstri græn sem núna komin inn í vinstrið. Þetta eru flokkar sem hafa keyrt þessa stefnu áfram. Og ég segi bara mjög skýrt og það mjög óframsóknarlegt að útiloka flokka. En samfylkingin burðarásinn þarna á vinstri vagnum og það verður að gefa henni frí. Annars breytist ekki neitt. Og framundan gríðarleg húsnæðisuppbygging á Ártúnshöfða, Keldnalandi, Úlfarsárdal og á næstu 10, 15, 20 árum og ef að þetta stefnan að því að næsta kjörtímabil krúsjál að þá erum við ekki að byggja í takt við þarfir almennings og ekki takt við vilja almennings. En hefur einhver trú á Pétur? Ég var með Pétur í gær. Mér finnst hann vera algjör toppmaður. Hann náttúrulega í stórkostlega skrítinni stöðu út af því að hann náttúrulega með krafti forsætisráðherra fer gegn borgarstjóra sem einhvers konar pólitískt nýmæli en aftur á móti þá veit ég alveg að hann þú veist, hann nýrgaur og hann ekki Dagur né Heiða það, þú veist, þetta skynsamlegt hjá þetta því að eins og þú hefur sagt og framsóknarmenn hafa svo oft sagt þú veist, það engin ríkisstjórn án framsóknar eða það mjög ólíklegt að það verið borgarstjórn eða ríkisstjórn án framsóknar út af því að þið hafi verið þessi burðarás í miðunni sem ákveðið lím milli tveggja annarra fylkinga eða jafnvel í tveggja flokka meirihluta. Skynsamlegt að gera þetta, þú veist, út af því að þú veist, ég veit alveg að þér finnst örugglega Pétur verið toppmaður. Það ekki lítið skrítið að segja bara, já, mér alveg sama? Pétur talar bara alveg eins og Dagur. Það? Algjörlega. Og það engin munur á þeim. Ég enda skammaðan fyrir það í gær. Ég sagði, tökum hérna PR-fund. Drullumst bara til að segja hérna, nei, þetta búið að vera skita. Ég bara nýrgaur í brúnni. Nei, fyrir geður, sko. Pétur, með fulltingi forsætisráðherra, ræðist gegn sitjandi borgarstjóra og fellir hann í prófkjöri og þau sár augljóslega ekki grófin. Þau sjást hvergi saman á mynd og það bara greinilega mjög erfitt. Þetta var hataramt prófkjör. Og ég myndi halda að í grunninn sé samfylkingin óstjórntæk. Það þannig deilur á milli. Og sko, svo ef menn tala Pétur bara mjög skemmtilegur og indæll maður. Þetta ekkert persónulegt. Við erum að fara vegna þess að hugmyndafræðin hún ekki í takt við vilja borgarbúa og hún ekki í takt við það sem við þurfum að gera hérna í Reykjavík. Það snýst þetta. Það snýst ekkert persónur og leikundur þótt að þau séu þarna stjórntæk og ósammála og svona, en þetta snýst það að við lögðum á borðið alls konar tillögur stjórnkerfisbreytingar, að vinda ofan af bílastæðastefnunni, að breyta í takt við vilja borgarbúa og þau vilja ekki gera það. Þau eru í stjórnmálamenn sem eru að reyna að breyta þörfum borgarbúa en við viljum mæta þeim. Og þetta bara grundvallar munur. Og það engum flokki hollt að stjórna svona lengi. Þau að stjórna meira og minna í 30 ár. Og það bara komið tíma að gefa þeim frí. Ég veit hvað hægt að gera með þessi borg og hvernig við náum árangri. Þess vegna tala ég bara alveg skýrt til kjósenda. Ég veit að það voru margir kjósendur sem voru ósáttur við það að við í Framsókn fórum í samstarf með samfylkingu eftir síðustu kosningar. Það atvikaðist bara þannig að Viðreisn lokaði á samstarf með Sjálfstæðisflokknum eftir síðustu kosningar og þá var ekki hægt að telja upp í 12 manna meirihluta sem þarf. Þannig að við á endanum eftir dálítið þref gengum inn í meirihluta viðræði með þeim flokkum og töldum okkur vera með þokkarlegan meirihluta sáttmála en síðan þegar á reynir og við erum að leggja fram okkar tillögur konum með borgarstjórastólinn, þá sjáum við það að við njótum ekki stuðnings og þá það bara þannig, þá förum við bara í það að sprengja meirihlutan vegna þess að það eru verkefni sem skipta máli, ekki valdastólarnir.
Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1 pæling til þess að fá 25% afslátt úr skráarði í áskrift og frían brúsa með. Svo 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfaldlega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. Hérna, þú varst náttúrulega, hvað ég var að segja, svona miðdepill áhugaverðustu vendinga síðustu þessa kjörtímabil sem að ljúka núna. Þegar að getur þú bara farið yfir með mér, bara skref fyrir skref, þegar að þú sprengir meirihlutann, hvað á sér stað, bara skref fyrir skref, símtal fyrir símtal. Það aldrei leysi djúsið sem þú ert að reyna að fá hérna. Já, ég veit hvað ég að gera, sko. Það var náttúrulega talsverður aðdragandi að þessu. Ég meina, ég setti af stað greiningavinnu, fékk HLH ráðgjöf til þess að hérna sem eru sérfræðingar í sveitafélagarekstri, mjög öflugir menn, utanakomandi ráðgjöf til þess að skoða hvernig borgin rekin, bæði stjórnkerfið hennar og þjónustan, hvernig við erum að veita hana. Út úr því komu alls konar tillögur og hérna sumt var svona eitthvað sem við gátum auðveldlega gert en annað voru svona róttækari breytingar og Samfylkingin laðist mjög hart gegn þeim og nota bene sko, Samfylkingin var alltaf á móti því að við fengjum þá til þess að greina borgina. Já. Ég þurfti að berjast fyrir því bara í 6 mánuði sko. Að fá þau til þess að samþykja það að ráðast í skoðun á kerfinu. Þau hafa aldrei verið hrifin af hérna utanakomandi skoðun. Nei, ég meina þau bara byggðu upp þetta kerfi, þau vilja ekki breyta því og þau vissu það að þetta myndi verða hérna erfitt fyrir þau. Þannig að hérna en svo koma þessar tillögur og hérna og þau leggjast gegn flestu sem að skipti máli þar. Síðan eru við í hérna að tala flugvöllin sem nú eiginlega mál sem bara svona eiginlega no-brainer mál að það þarf að tryggja það að hann haldi sinni rekstrarheimild á flugvöllinu til aðalskipulags tímabili til 2040 að því að þessi flokkar standa ennþá í þeirri trú að hann sé að fara 2032 eftir örfá ár. Það engin að byggja annan flugvöll þannig að auðvitað er ekki að fara en þau vildi ekki breyta skipulaginu og heimild hans til þess að vera í Vatnsmýrinni til 2040 bara af einhvern svona hugmyndafræðilegum ástæðum og viðhalda þess vegna sko óánægjunni og ótta fólks það að flugvöllurinn sé að fara að því að borgin sé svo ósveigjanleg en hann sinnir þessu mikilvæga hlutverki innanlandsflugi og sjúkraflugi og öllu þessu þannig að hérna ég talaði bara af skynsemi og sagði auðvitað þurfum við að framlengja heimild hans til 2040 og taka þessar 7500 íbúðir sem eru samkvæmt skipulagi inn í Vatnsmýri út úr bókhaldinu að því að þær ekkert að fara að byggjast upp fyrir 2040 og það sjá það allir.
Ég talaði líka það að Geldinganes, við þyrftum að fara að skipuleggja byggð þar vegna þess að Sundabraut að koma, það hefur gengið vel að keyra það verkefni áfram og það verið að fara að hanna gatnamót, mislæg gatnamót á Geldinganesi og ég sagði það þarf að hanna þau þannig að þau geti annað bílaumferð fyrir nokkuð 1000 manna hverfið þarna og þá verður allt vítlust af því ég leiði mér að tala af svona skynsemi og ég bara kallaður öllum íllum nöfnum og þú ert ekki borgarstjórinn okkar í þessum meirihluta þegar þú tala svona. Þetta var nú... Hver sagði þetta? Ég ætla ekki að fara með það. Þetta eru bara við tveir, sko? Já, en þetta er bara atburðarásin sem eins og hann var og það var fundarhlið á borgarstjórnarfundi þarna, þar sem og mér fannst þetta allt saman bara mjög auðskiljanlegt og eðlileg sjónarmið að tala hreint og út flugvöllin af skynsemi að því það er eldgos á Reykjanesskánum og það er ekki engin að fara að byggja flugvöll í Hvassahrauni í augnablikinu. Ríkisstjórnin hefur engin áform það samkvæmt fjármálaáætlun til næstu 5 ára. Þau eru að fara að byggja nýja flugstöð í Vatnsmýri þannig að þetta er bara tóm vitleysa og en ég bara fann það þau höfðu ekki umburðarlyndi gagnvart skynseminni og þetta var nú svona upphafið að endalokunum þessi mikla reiði samfylkingarinnar fyrir því að ég skildi tala svona á borgarstjórnarfundi og svo fór sem fór. Nei, við erum ekki komnir sko út af því að ég vil fá bollaleggingarnar þegar að þú talar við Helgu og þú talar við þá sem ætla að mynda þennan nýja meirihluta. Hvað gerist þarna? Já, þau eru bara til í þetta. Já, já, þau eru til í þetta. Já. Hvenær verður þú þess áskynja að þau eru ekki til í þetta og það verður myndaður meirihluta bak við þig? Bara það daginn eftir. Hver var það? Þau bara hættu við. Var það enga sem hringdi eða eitthvað þannig? Hver var það? Ég þekki það ekki sko, ég meina þau verða að svara því en ég meina Flokkur fólksins var tilbúin í meirihlutaviðræður þarna kvöldið og hringir svo Helga bara í þig? Bara mjög áfram það, ég meina þau mættu öll að fund. Já, en hringir Helga svo í það og segir bara nei, þetta er off? Já, mér minni það. Ég bara mani þetta ekki alveg sko, en sko þetta er bara í fortíðinni núna og við í Framsókn erum stolt af því að hafa staðið með verkefnunum, staðið með okkar pólitísku sýn, staðið með kjósendum sem að kusa okkur til þess að knýja fram breytingar og þetta var ekki úr lausu lofti gripið, það voru ástæður fyrir þessu að við vorum búin að berjast við það í andstöðu við þessa flokka sem áttu erfitt með að snúa við rekstrinum, taka erfiðar ákvarðanir voru ekki tilbúin að horfast í augu við það að flugvöllurinn verður þarna á næstu árum, þau vildu ekki breyta bílastæðastefnunni til dæmis, þar voru nú Píratar atkvæði mestir sko að því þau eru alltaf að reyna að breyta fólki frekar en að mæta þau eru social engineering og þetta er bara, þú veist við verðum að standa fyrir eitthvað í pólitík, til þessi erum við kosin og núna segjum við, herði við viljum fá umboð aftur til þess að gera borgina betri og mæta þörfum fólks og það verður ekki gert í samstarfi við samfylkinguna. Nei. Og mér finnst sko eiginlega alveg ótrúlegt að Sjálfstæðisflokkurinn skuli vera með þetta endalausa daður við samfylkinguna. Ég veit að þau eru nágrannar Pétur og Hildur í Vesturbænum en það kemur á óvart þetta daður á milli þeirra og Viðreisn sem alltaf hefur farið til vinstri sko eins og staðan er núna samkvæmt könnunum þá er útilokað að mynda meirihluta án samfylkingarinnar vegna þess að ef að Framsókn vex ekki þá er ekki hægt að mynda meirihluta til hægri vegna þess að allir sjá það að Viðreisn og Miðflokkur munu ekki vinna saman. Þar er borgarlína, hinseginmálin og innflytjendamálin og fleira fólki í Viðreisn bara talar þannig og hafa lýst í og mér kom mér skemmtilega óvart að hún Elísabet Inga fréttamaður á Sín lýsti þessu í Silfrinu daginn
ef að Framsókn vex ekki, bætir ekki við sig fylgi, nærinn 2 borgarfulltrúum, þá verður mjög erfitt og eiginlega útilokað að mynda meirihluta án samfylkingar. Já. Það bara þannig. Þetta verður spennandi, sko. Bara síðasta spurningin og svo verðum við bara í pólitíkinni með þetta. Vissi Inga af þessu? Út af því ég held sko að Kristrún hafi tekið fyrir höndina á þessu. Út af því ef að Inga vissi þetta, út af því hún, ég er svona, ég gef mér það. Auðvitað vissi Inga. Já, en hún var alveg til í þetta. Því, er það ekki? Þá var það Kristrún sem tók fyrir þetta. Það hlaut að vera. Ég var líka, sko, ég vildi bara fá það staðfest frá þér. Út af því að ég er nefnilega búin að vera sko að reyna að setja upp á taflborðið. Og ég einhvern veginn hugsaði alltaf sko að það er ekki séns að Inga hefði sagt nei við þessu. Þannig að hún hlýtur að hafa sagt þetta við Kristrún og Kristrún segir þá er bara ríkisstjórnarsambandið undir. Þannig að það var þannig. Takk fyrir að útskýra þetta fyrir mér. En þetta snerist ekki sko verkefnin hjá þeim. Þetta snerist samstarfið sko. Og gott og vel, sko þetta bara skiptir engu máli í dag. Það er verið að kjósa framtíðina og það snýst á. Valið er núna næsta meirihluta. Hvernig sjá menn hann fyrir sér? Vilja menn áframhaldandi stjórn, samfylkingar, viðreisnar, sósíalistaflokksins. Þau voru nýkomin sko frá Norður Kóreu. Sósíalistaflokkurinn sem að sanna gekk út úr og stofnaði vinstrið. Sko, nýju sósíalistarnir voru í alvörunni í Norður Kóreu daginn og byrtu myndir af sér. Öfgarnar í borgarmálunum eru annars vegar þetta, Norður Kóreiski armur sósíalistaflokksins og hins vegar miðflokkurinn sem að talar eins og hann talar langt til hægri. Það er enginn að tala fyrir miðjunni nema Framsókn. Skynseminni í samgöngumálum. Ég meina, þú veist, annars vegar er þetta þessir flokkar á vinstri vagnum sem segja að við ætlum að keyra borgarlínu áfram og við ætlum ekki að hlusta á gagnrýni frá fyrirtækjum og þeim sem sækja þjónustu á Suðurlandsbraut. Við ætlum bara að keyra þetta áfram á þess að hlusta á gagnrýni og ekki breyta neinu. Og hins vegar hægra megin það sem að miðflokkurinn segir við ætlum bara hætta við þetta alveg og ekki gera neitt. Auðvitað vita allir að það er málamiðlun þarna, en það verður einhver að tala fyrir henni og við í Framsókn gerum það. Við áttum okkur á því að við verðum að fjárfesta í samgöngumannvirkjum og borgarlínan eða strætóin sem að verður á þessum forgangsakrinum þarf að vera komast til framkvæmda, en það er ekki sama hvernig það er gert og það verður einhver að tala fyrir miðjunni. Hvernig sér þetta fyrir þér? Út af því að sko tölum bara skipulagsmálin. Sko miðflokkurinn segir bara borgarlínuna bara út. Má ég bæta einu við? Hvað með? Og sko að því að ég talaði hægri og vinstri, það er bara því að þessir flokkar raða sér þarna, en í grunninn er útfærsla á sko einhverjum svona götu er ekki hægri eða vinstra mál. En það er einhver hugmyndafræði. Annars vegar bara óttastjórnunin á hægri vagnum sko og hins vegar sko forræðishyggjan á vinstri vagnum. Þetta er ekki hægri vinstri mál, þetta er bara leysum vandamálið. Hvað er vandamálið? Það eru umferðarteppur, við náum árangri með að leysa þær ef að við gerum strætó að frábærum valkosti. Er Framsókn eini skynsemis ekki flokkurinn? Já, í borginni, já, klárlega. Við erum tilbúin að breyta þessu fyrirkomulagi, taka eitt hjólastíg af, það þurfi ekki að vera tvöfaldi hjólastígar sikkur megin við borgarlínu og svo þriðji tvöfaldi hjólastígurinn bara 20 metrum ofan í Laugardalnum. Þetta er bara vitleysa, þetta eru bara öfgar, við erum á móti öfgum. Ég hef hjólað í Kaupmannahöfn, ég fór bara fyrir 2 árum til Kaupmannahöfnar til þess að ég svona hálfgert hjólafrí að því mér langaði að prófa það. Og við vorum fjölskyldan og hjóluðum Kaupmannahöfn og það var dásamlegt. En það er ekkert tvöfaldir hjólastígar við hliðina á öllum götum, alls ekki. Þetta er bara, öfgarnar í báðar áttir er ekki góðar og Framsókn er eini miðjuflokkurinn hvað þetta varðar að vera tilbúin að hlusta á gagnrýnina og sýna það að hann tekur mark á henni og breyta skipulaginu, en ekki hætta við allt eða bara hunsa gagnrýnina.
Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Hérna kom kannski skipulagsmálunum eitt smá. Skólamálin. Sko ég á því að ég stuðningsmaður og harður stuðningsmaður þessara ríkisstjórnar. Já. Og ástæðan fyrir því að ég vil alls ekki að ég vil sem sagt að þetta ríkisstjórnar samband haldi og það einfaldlega út af Ingu Sæland sem er algjör queen í skólamálum og ég held sko að ef að fórnarkostnaðurinn skattahækkanir og innganga í ESB en okkur tekst að laga skólamálin þá held ég bara að sá fórnarkostnaður sé í lagi. Þú bara enginn fyrir Björg. Ömurlegt að vera í ESB. Já. Það sko, allir sem hafa kíkt í pakkan vita að þetta heimskulega sem við getum gert. Já. Og ég treysti þjóðinni til að segja nei. Já. Hins vegar, þá Inga að taka þannig á skólamálunum að enginn hefur þórað að gera, hvorki Sjallanir, nýja framsóknarmenn, nýja aðrir í borginni. Þú ert sammála með þannig. Af hverju það? Það? Nei, ertu ekki okay, þú hefur rætt við þessa menntaelítu og það þurfti einhvern eins og Ingu Sæland til að segja bara nei, nú hætti þið þessu rugli. Einhvern svona hófstiltan miðjumann sem kemur rólega að þessu, hann verður bara étinn af kennarafórustunni. Við þurftum einhvern eins og Ingu. Það eru rosalega fullyrðingar hjá þér. Ertu ekki sammála? Nei, sko, þú ert að vinna með skólakerfi. Það sem við erum náttúrulega með ærið verkefni sannarlega og við verðum að ná meiri árangri, við verðum að stórefla íslenskukennslu fyrir öll börn, raungreinakennslu líka og taka síðan utan börn af erlendum uppruna og kenna þeim íslensku með miklu markvissari hætti. Við þurfum að halda þeim til hliðar, setja þau í móttökudeildir þar sem að þau læra íslensku fyrst og fremst og svona íslenskt skólakerfi og íslenskt samfélag og þau séu þar í kannski 6 mánuði, 9 mánuði eftir hvernig þeim gengur og svo fara þau inn í sinn bekk, allt í skólunum þar sem að þau inn í sínu skólakverfi. Í dag eru þau að fara í strætó á miðjum skóladegi 2-3 í viku í annan skóla þar sem þau læra íslensku í 2 tíma og koma svo tilbaka inn í bekkin þar sem að þau skilja ekki orð og kennararnir eru að reyna að ná utanum verkefnið með fjölmörg þjóðerni og fjölmörg tungumál. Þetta er ekki að ganga. Við í Framsókn viljum koma svona móttökudeildum inn í alla skóla þannig að sem við tökum utanum þessi börn og kennum þeim íslensku og kennum þeim á íslensk skólakerfi og svo að draga foreldrana líka inn, kenna þeim líka íslensku. Við viljum íslensku námskeið fyrir foreldra þessara barna þannig að þau geti hjálpað þeim með heimalærdóm og þau verði hluti af skólasamfélaginu, séu inn í Facebook-chatinu þar sem að hinir foreldrarnir eru og taki meiri þátt. Þetta er algjört lykilatriði. Sko það sem að Inga er að tala og mér finnst hún nú fara hún fer bara svo oft rangt með sko þegar hún er að tala hitt og þetta. Eins og hvað? Virðist ekki vel að vera bara eins og með einkunnakerfin og eitthvað svona en gott og vel. Hvað er rangt það sem hún segir einkunnakerfin? Ég ætla ekki að láta þetta að snúast hana. Jú, Einar, þú varst að segja hún segir eitthvað rangt. Hvað segir hún rangt einkunnakerfin? Hún var gagnrýnd fyrir það að viti ekki hvaða bekkir voru í gulurauð og grænu og tölustugunum og eitthvað svona. Bottom line er þetta. Ef við ætlum að bæta skólakerfið og bæta árangur barnana, halda kennurunum í starfi af því að það er okkur vantar fleiri kennara og kennarastéttin er að eldast og við þurfum að efla áhuga fólks á því að fara í kennaranám, bæði leik og grunnskóla, þá verðum við að hafa þau með okkur í liði. Það þýðir ekki að vera í stríði og ég er ekki aðdáandi Ingu Sæland eins og mér heyrist þú vera harður þegar fyrir það að segja að kennarastéttin í stríð og hendur, það er ekkert skynsamlegt og við verðum að hafa kennarana með okkur í liði en
En auðvitað getur kerfið ekki verið á einhverju sjálfstýringu. Það þarf pólitíska forystu fyrir þessum breytingum. Hvað var það móttökudeildirnar, þá hefur til dæmis í borginni tillaga okkar móttökudeildir verið felld af Samfylkingunni og flokku fólksins sem að Inga Sæland í felldi tillögu móttökudeildir í borginni. Já. Hvenær? Þau segja eitt og gera annað, bara núna fyrir örfáum mánuðum. Það er þetta svakalegt. Já. Okay. Og síma fríið, samræmda reglur síma í grunnskólanum í Reykjavík, við vorum með tillögu það. Flokkur fólksins felldi þá tillögu, en þau eru samt að tala fyrir því í ríkisstjórninni. Og ráðherrarnir eru að tala fyrir móttökudeildum í grunnskólanum. Þau fell allt í borginni. Það stendur ekki steinni við steini í því sem að þetta lið að gera. Fyrir geðu, sko. Og þegar við vorum búin að ná samstöðu meðal skólastjórnenda og barnanna í borginni fyrir á þessu kjörtímabili samræmda reglur símanótkun í skólunum, að taka síman úr skólunum, og þá kom Samfylkingin og stakk okkur í bakið og lagðist gegn því. Þetta, þú veist, svo fólk að spyrja sig af hverju sprengduðu meirihlutann. Þau bara vildi ekki koma þessu á. En svo eru þau í ríkisstjórn núna og eru að tala fyrir þessu. Það gerist reyndar ekki neitt, sko. Það reyndar alveg, það að taka til margt, sko, sem að hvað ég sérstaklega Samfylkingin og Viðreisn hafa verið að gera núna í þessum meirihluta, sko, í ríkisstjórninni. Sem þau sögðust alls ekki alltaf að gera, sko, og voru alveg að leggjast á móti öllu. Segja eitt en gera annað. Ég meina, nú er flokkur fólksins að tala, sjá eitthvað skildi á strætóbiðskilinu, fæði, klæði, bílastæði. Við vorum með tillögu í borgarstjórn fyrir örfáum mánuðum það að breyta bílastæðastefnunni, þannig að það væri í öllum nýbyggingum væri eitt bílastæði og íbúð að lágmarki. Hvað gerði flokkur fólksins þar? Felldi tillöguna. Og af hverju? Af því þau eru í samstarfi við Samfylkingu og Pírata og Vinstrið sem eru ekki sammálaðum, og þá urðu þau undir flokkur fólksins. Ég efast ekkert það að þau vilji breyta bílastæðastefnunni, en þau urðu undir. Og þetta kjarnar ástæðinu fyrir því að við segjum við verðum að koma þessum flokkum úr meirihluta og mynda flokk og bandalagum breytingar, þetta. Það alltaf miðað við lægsta samnefnaran í þessu samstarfi þarna megin. Og þetta bara skýrt. Hvernig stofnanaminnið, sko? Milton Friedman talar það að það tekur svona 18 mánuði fyrir menn að verða húsvanir í embættum. Og stofnanaminni innan Reykjavíkurborgar að mínu viti töluvert sterkara heldur en kannski öðrum kjörnum stjórnsýslunar. Þar sem að það bara rosalega, hörð skel utan óbreytt ástand. Og það ekki endilega pólitíkurinnar. Þó hún geti farið ráðist gegn því, að þá svona stofnanaminni ákveðna einstaklinga innan stjórnsýslunar sem að bara byggir á því að það bara hver einasta breyta nýja víglínan. Bara við förum gegn þessu. Og ég veit fólk sem að kýsa Samfylkinguna, og ég veit fólk sem að svona innan kreðsu Samfylkingarinnar, og ég tala mjög margir þetta, og alveg sama hvaða pólitíkus kemur inn, að þá bara mjög erfitt að takast á við þessa nýju víglínu í hver einustu viku, út af því að hver einasta smávægilega breyta inn í öllu kerfinu stöðvað. Og ef það næst ekki að stöðva það, þá bara ein ný lína og næsta smávægilega breyting nýja víglínan. Þetta það sem þú upplifðir þegar þú varst borgarstjóri? Það fyrir alveg eftir málaflokkum. Ég átti og á bara mjög gott samstarf við langflesta stjórnendur á borginni, og þetta hæfileikaríkt fólk sem að alla jafna hefur unnið víða annar staðar og gjarnan bara á toppnum á sínum starfsferli að stýra stóru einingunum hjá Reykjavíkurborg, stærsta sveitafélaginu. Og þannig að þau geta svo sannarlega hlaupið hratt og hlaupið í rétta átt. Það pólitíkurinn að móta stefnuna og setja stefnuna, og stefnan í skipulagsmálum til dæmis, hún bara mótuð í aðalskipulaginu og hún var mótuð af þessum flokkum. Og eftir höfðinu dansa limirnir, þannig að það þarf að breyta stefnunni. Þetta ekki rosalega flókið, og þá munu starfsmenn hlaupa með.
og þeir sem ekki vilja gera það, þá fara þeir bara eitthvað annað. Þessi þáttur í boði Þorgrímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfða lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. En þegar þú varst að borgarstjóri, af hverju var þá, þegar þú talaðir þetta, að það hafa bara verið... En það samt alveg auðvitað, það alveg rétt sem hún segir, það ákveðin stofnana menning sem eitthvað sem og það, fólk kannski svona hrekkur aðeins við þegar það kemur ný rödd inn í borgina eins og þegar við í Framsókn komin inn í þennan meirihluta og ég sagði eitthvað tímann á fundi, heyrðu, við tölum ekki lengur bíllaus hverfi. Það var alltaf verið að tala bíllaus hverfi og eitthvað svona og ég sagði, við búum í Reykjavík, það engin hverfi sem að verða bíllaus. Við getum bara að hætta að tala það. Og þá svona, já, ok. Og þú veist, það þarf pólitíska forystu fyrir breyttum áherslum og auðvitað þarf kerfið svona, það auðvitað fullt af starfsfólki sem hefur bara mjög miklar ambisjónir að breyta Reykjavíkurborg í eitthvað annað en hún algjörlega, fólk sem kemur á utan, arkitektar eða borgarhönnuðir eða einhverjir aðrir sem hafa bara mjög miklar ambisjónir það að svona urbanískar ambisjónir það að breyta Reykjavík í eitthvað annað. Og þá það stjórnmálana að móta stefnu í takti við vilja íbúa og ég held að núna þegar við höfum verið að sjá glæru sýningarnar að dags sem að voru með svona einhverjum fallegum húsum og loftbelgjum á myndunum og gott veður, nú þessu hús að byggjast upp og hafa byggst upp á þessu kjörtímabili og umræðan gæði byggðar hefur blossað upp bílastæði, grænsvæði, birtumagnin í íbúðum og svona og fólk alltaf inn að vakna upp við þann vonda draum að margt af þessu hefur kannski ekki hefnast nægilega vel. Og það ekki við uppbyggingaraðilarna að sakast, það meira skipulagið. Uppbyggingaraðilarnir að byggja á dýrum reitum og þurfa að hámarka sitt byggingamagn til að fá eitthvað út úr þessu og borgin búin að stýra því. Og það sem við sitjum uppi með núna að það eru þúsundir íbúða óseldar og verktakageirinn að blæða fjármagni núna, að tapa miklum peningum á því að selja ekki íbúðirnar og það grafa alvarlegt. Íbúðirnar seljast ekki aðalega vegna þess ekki bílastæði í þeim sem fylgja og það gerir það verkum að þrótturinn eigið fyrir þessara uppbyggingaraðila tapast og þrótturinn til þess að ráðast í ný verkefni verður minni sem þýðir að þeir þurfa að taka meira á lánum til þess að framkvæma og bankarnir, heyri ég, eru núna orðnir ragari en áður við að lána til þessara verkefna þannig að uppbyggingin sem framundan þar sem að skipulagsstefnan svo að það séu fá bílastæði við íbúðirnar og mikill þéttleiki að þessi vara sé ekki söluvæn og vænleg og þá eru bankarnir ragari við að lána í þetta og þetta stefna sem að getur ekki gengið áfram og af því að það svo mikil kraf það að við byggjum meira húsnæði hérna til þess að ná tökum á verðbólgunni af því að húsnæðisverð drifkraftur verðbólgunar og þetta stefna sem við verðum að vinda ofan af. Hún grafalvarleg fyrir Ísland, ekki bara fyrir Reykjavík og ekki bara fyrir ungt fólk sem vil kaupa sína fyrstu íbúð, eldra fólk sem vil selja stóru íbúðuna sína og flytja eitthvað minna. Þetta að kæfa markaðin og að valda verðbólgu og draga úr lífskjörum hérna fólks og þetta bara stóra samhengið og þetta stóra samhengið og þetta kjarnast í pólitískum áherslum þessara flokka og þessuna
ég bara mjög skýr með það að það að mynda bandalag flokka breytingar á þessari stefnu og það bandalag næst ekki nema Framsókn fái allavega 2 borgarfulltrúa. Þetta fullkomið dæmi svona verðskinsriðlun sem á sér stað þegar að fólk með umboðslaust vald í rauninni nær yfirtökum á svona ákveðinni stofnanamenningu og þá erum við náttúrulega að tala Bjarg og Blæ sem náttúrulega heilalaus verkefni þar sem að við erum búin að vera að telja okkur í trú það að ef að við náum að koma því á laggirnar að 35% af öllu húsnæði verði einhvers konar félagslegt úrræði eða niðurgreitt úrræði. Þar sem að þeir sem náttúrulega í forsvari fyrir Bjarg og Blæ náttúrulega að nota fjármagn lífeyrissjóðanna sem náttúrulega okkar fé til þess að búa til niðurgreitt húsnæði. Fólk sem innan þessara lífeyrissjóða hljóta að spyrja sig býtu ef verið að ávaxta mitt fé á sem besta máta þegar það verið að búa til niðurgreitt húsnæði. Það svo sem eitthvað sem við getum sett út fyrir svega. Það náttúrulega fólk sem vill klappa sér á baki fyrir það. Ragnar Þór tók það sérstaklega fram núna, hann var á fundi hjá leigjendasamtökunum og hann sagði bara þið skiljið ekki tilfinninguna þegar maður nær að rétta lykilinn yfir til manneski sem maður nauðsynlega þarf á því að halda. Já, en þá eru kannski 4 aðrar manneski sem fá ekki húsnæði í kjölfarið. Ástæðan fyrir því að þessi lager búin að byggjast upp út af því að verktakanir þurfa að vera að móka ákveðinu hlutdeild allt og hárri inn í félagslegt úrræði, þannig að þeir þurfa að hækka verðið á hinum. Þeir borga réttilega miklu hærri fjármagnskostnað heldur en hinir sem eru hjá Bjarg og Blæ og svo hafa þau það í sér að koma fram og segja já, þessar íbúðir eru alltaf dýrar og þessi verktakar eru alltaf gráðugir. Þeir eru að borga 16% í fjármagnskostnað á ári. 16%. Þeir eru með lífeyrissjóðana bak við ykkur á sér lóðum með sér fjármagn á sér kjörum fyrir sér hópa og svo spyrjið ykkur af hverju þessar íbúðir eru svona dýrar. Þetta óskiljanlegt. En veistu hvernig næsti meirihluti undir stjórn Samfylkingar og Sönnu verður? Í sammála Veistu hver markmiðin þeirra eru? Hann ertu með mig á lá Ég bara hjartanlega sammála. Þau eru að tala Vínarborgarmódelið. 60% íbúða sem að byggist hér verði félagslegar íbúðir. Það að segja að og sósíalistarnir sem eru að ná manni inn samkvæmt könnunum, þau vilja Reykjavíkurborg byggi, stofni verktakafyrirtæki í samkeppni þá við almenna markaðinn og byggi og draumurinn þeirra og ég ekki eins og þetta ekki hræðsluáróður, þetta bara tillögur frá þeim og þau tala fyrir þessu á opnum fundum að uppbyggingin á næstu árum verði þannig að óhagnaðardrifið húsnæði, félagslegt húsnæði verði 60%. Þetta helber sturlun Já, ég Skynsemismenninni geta verið sammála þetta. Ég held að þetta sé bara ekki það sem fólk vill og við eigum að gera það sem fólk kýs. Við höfum og ég meina auðvitað skiptir miklu máli að vera með öryggisnet fyrir þau sem ekki koma þaki yfir höfuðið. Félagslega húsnæði í gegnum félagsbústaði það. Við í Framsókn styðjum líka að það sé stöðugur leigumarkaður. En séreignarstefnan það sem að fólk kýs og 11% af þeir sem eru á leigumarkaði vilja vera á leigumarkaði. Já, en bara 90% vilja ekki vera á leigumarkaði. Já, en horfum aðeins bara á þróunum undanfarin ár. Það mikilvægt að ég held að fólki farnist yfirleitt best þegar það kemst inn á eignamarkað, getur farið að ávaxta sín laun í steipunni og þegar það eldist þá þetta ákveðin lífeyrissjóður í heimilinu. En síðan erum við líka með fólk sem mikið af fólki af erlendum uppruna sem kemur hingað. Fyrsta lagi hefur ekki efni á því að kaupa sér strax og fer inn á leigumarkað og þá mjög mikilvægt að við séum með húsnæðis öryggi fyrir þau, stöndug og stöðug leigufélög sem eru með stöðuga leigu og ekki of dýra, þannig að fólk festist ekki í fátakaragildur leigumarkaðarins. Þannig að á endanum komist inn á eignamarkað, því það yfirleitt draumur flestra. Þannig að við höfum stutt við þá uppbyggingu að óhagnaðardrifnu húsnæðis samvinnufélagana til þess að styrkja leigumarkaðinn, þannig að þetta sé ekki svona upp og niður og fólk þurfa að flytja ef að leigan hækkar 20% og svona. Að því á endanum snýst þetta fjölskyldunar, að börnin geti verið áfram í sínu skólahverfi, í sínu íþróttafélagi og þetta sé svona jafnvægi og stöðuleiki fyrir fjölskyldur. En þetta, ég ætla að fá stoppa hérna, þetta hlutverkið opinbera, til hvaða lands getur þú flutt
og verið með ríkistryggt leiguhúsnæði. Sko, þetta náttúrulega ekki ríkistryggt leiguhúsnæði. Þú varst að segja að þetta skilja að fá örugt húsnæði sem að væri þá, þú ert pólitíkus, þannig að það væri fyrir tilstilli þín. Það sem ég að meina það að sko framlag borgarinnar 12% til þessara leigufélaga og ríkið kemur síðan með 18%. Gerir það verkum skattgreiðendur greiða þetta. Já, við gerum þetta í formi lóðaverðsins sko. Ég horfi bara á hagsmuni þessara lágtekjuhópa að vera í öruggu húsnæði. Þeir náttúrulega borga bara leigu sem aðrir síðan ákveða, en borgin leggur þetta fram til þess að stuðla að uppbyggingu þessa húsnæðisforms. En ég styð það ekki að við aukum hlutdeildina meira. Ég held að það sé algjört óráð. Ég vil að lágtekjufólk komist inn á eignamarkað, geti keypt sér. Þess vegna höfum við talað fyrir hlutdeildarlánum og svoleiðis. Sko. Var það ekki Sjálfstæðisflokkurinn sem var einu flokkurinn sem var á móti að lagast gegn því að hlutfall leiguhúsnæðis myndi aukast? Aukast? Já, hjá leigjendasamtökunum. Við viljum ekki auka hlutdeild leiguhúsnæðis í Reykjavík. Ég meina það, en sko samfélagsgerðin hefur breyst. Hér nánast einn af hverjum 4 í Reykjavík af erlendum uppruna og það ekkert allir sem vilja kaupa sér. Það ekkert allir sem koma tímabundið kannski með fjölskyldur samt, og þá þurfum við að vera með stöðuleika fyrir leigjendur. Þannig að þetta svona einhver blanda. Þegar þú talar stöðuleika, ertu að segja að skattgreiðendur eigi þá að koma til móts með einhverjum fjárframlögum? Ég held að stöðuleiki myndi myndast. Ég held að stöðuleiki myndi myndast ef það væri húsnæði fyrir hendi og ef ríkisvaldið væri ekki fyrir þessu verktökum. 30% af upphafskostnaði þess að byggja í dag eru opinber gjöld. Áður en þú mætir á verkstað ertu búin að greiða út og þarftu oftast að punga því út áður. 30% eru komin í einhver svona innviðagjöld sem fara ekki einu sinni í innviði og fleira þar fram til götunum. Ekki vandamálið það að stjórnmálamenn telja það vera sitt hlutverk að sjá fólki fyrir húsnæði í staðinn fyrir að vera ekki fyrir þeim sem að kunna búa til húsnæði. Það náttúrulega lagaskylda á sveitarfélögum að tryggja þeim sem ekki hafa þak yfir höfuðið að tryggja þeim öruggt húsnæði. Það náttúrulega númer 1. Þá erum við að tala þessa hópa sem eru í lægsta hafa minnstu tekjurnar. En sko þetta auðvitað eitt stórt samhengi og ég finn til ábyrgðar sem kjörin fulltrúi í Reykjavík að hraða húsnæðisuppbyggingu. Ég meina það bara snertir lífskjör fólksins í landinu. Þannig að allt sem við getum gert til þess að hraða húsnæðisuppbyggingu og byggja falleg og góð hverfi, við eigum að nýta möguleika sveitarfélagsins til þess að gera það. Við erum ekki að stíga inn og stjórna leiguverði, það ekki það sem ég að tala um. En ég að tala um það að byggja þannig að fólk geti keypt sér hér eða komist í öruggt húsnæði, það það sem ég að tala um. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar 2 upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Ég bara, eins og ég segi sko, það húsnæðisuppbygging og verðskinn hefur bara algjörlega verið riðlað í rauninni út af Pírötum og Samfylkingunni. Já, við erum að gera þetta allt of flókið og og líka bara að hafa það í sér að vera að láta fólk greiða innviðagjöld á húsnæði sem ekki nýtt í innviði eitthvað skonar bara bilun. Já, það þarf að færa ég meina bara borgin rekin mér finnst við ekki horfa nægilega langt fram í tíman. Sjáðu bara húsnæðisuppbygginguna sem að við höfum verið að reyna að keyra áfram. Ártúnshöðin að byggjast upp, Keldnalandi kemur til með að byggjast upp, Ólafsodalur, Geldinganes, þetta allt saman svæði sem þarf að byggja upp, Kjalarnes líka.
bara leik- og grunnskólar sem fylgja þessum þúsundum íbúða, bara kostnaðurinn við að byggja þessa leik- og grunnskóla, sundlaugar, íþróttamannvirki, þetta mjög fljótt að koma yfir 100 milljarða bara á næstu 10-15 árum. Hvernig ætlum við að fjármagna þetta? Ég meina, þetta framþungt í fjármögnun, að því við þurfum að byggja þetta samhliða húsnæðisuppbyggingunni, svo koma skatttekjurnar inn, við þurfum að taka hluta af þessu á lánum, en við verðum að eiga líka nýta þróttinn í borginni til þess að eiga fyrir hlutunum, þannig að við getum dregið úr lántökum. Það enginn að tala um það að borga niður skuldir, að því við erum í svo miklum vexti, þannig að við verðum að fara að horfa lengra fram í tíman. Kjörni fulltrúar í Reykjavík alltaf bara að hugsa næsta ár, sko, hvað get ég sett í þetta gæluverkefni eða þetta gæluverkefni, eins og þetta sé eitthvað dótakassi, borgarsjóður. Við erum að horfa inn á næstu 20 ár og sjá hvernig, ef við, og þá komum við að því að sko, þessir flokkar hafa verið að taka ákvarðanir sem eru glórulausar, eins og Brákarborg, leikskóli, þar sem að þeir ákveða að sýna heiminum hvernig hægt sé að byggja leikskóla með lágu kolefnisfótspori, eins og einhver sé að biðja það, börnin og foreldrarnir sem eru að biðja til leikskólaplássi. Þetta bara svona sem að virkar þegar hið opinbera ætlar að byggja. Já, en þetta líka varðandi búsettukjarnar fyrir fatlað fólk, og ég hef hitt fatlað fólk sem að bíða og það þungt í þeim hljóði. Ég að vinna á einu slíka sambýli, sko. Já, og Ég hef verið að frétta einu hvað var það? 2 milljónir fermetrin sem það kostaði að byggja. Sko, það kostaði 3 meira en það þurfti að kosta og tók 3 lengri byggingatíma að byggja það, vegna þess að það átti að byggja það með lágu kolefnisfótspori, og þetta svo mikið dónaskapur við fólki sem býður eftir þessi þjónustu að leika sér svona með skattfé og tíma og hagsmuni og bara líf fólks að mér blöskrar. Brákarborg að nálgast 4 milljarða. Það þetta að byggja 4 leikskóla fyrir 400 börn eða fleiri. Farið ekki grænu skópluna fyrir það? Nei, ég meina þetta svo mikill dónaskapur, ég bara, sko, þú veist, það verður að taka þessi verkefni úr höndunum á fólki sem tilbúið að taka svona áhættur. Þetta gengur ekki, og þetta óráðsía og þetta dónaskapur við almenning og það sem að borga skatta að fara svona með fé. Og bensínstöðalóðurnar líka dæmi svona óráðsíu, það sem að menn fara með bundið fyrir augun, verðileggja ekki þessar lóðir og byggingamagnið sem að gat verið á þeim og á þeim, og semja af sér algjörlega, olíufélögin fara hlæjandi í bankann og það eru borgarbúar sem eiga þessi verðmæti. Ég meina, bensínstöðar á útleið hvort sem en af því að þessir flokkar á síðasta kjörtímabili sögðu að við ætlum að fækka bensínstöðum í nafni loftslagsmarkmiða og fá einhver til þess að byggja í staðinn íbúðarhúsnæði, þá gáfu þeir eftir byggingaréttin og færðu milljarða í hendurnar á olíufélögum sem nú kaltælni örlagana, sko, og allt í nafni, sko, hugmyndafræðinar, loftslagsmálin. Jú, ég alveg til í að vera, sko, dragur losun og eitthvað, en Reykjavíkurborg reyndar búin að klára orkuskipti í húshitun fyrir áratugum síðan, sem stærsta losunin alltaf í heiminum, þannig að við erum á mjög góðum stað þegar að þessu kemur, og engin ástæða til þess að færa milljarða í hendurnar á auðmönnum úr vösum borgarbúa, og þetta algjört ábyrgðarleysi og gríðarlegur áfellisdómur yfir þessum flokkum, og dæmin eru orðin þá þessi: Brákarborg 4 milljarðar, búsettukjarnar sem eru miklu dýrari en þeir eiga að vera, og bensínstöðarlóðir, og þeir eru ekki hættir, af því að þetta hugmyndafræði sem að þau vilja keyra áfram og munu gera það á næsta kjörtímabili, og fólk bara, ég held að fólki blöskir í þetta, og það verður þá að kjósa flokka sem eru tilbúnir og geta mynda meirihluta án samfylkingar, og í dag, eins og kannanir þá mun það ekki gerast. Viðreisn mun fara til vinstri, að þau alveg sammála þessu, tóku þátt í þessu öllu, og þá verður þetta bara áfram, þessi meirihluti, Viðreisn, samfylking, vinstrið, sósíalistar, og bara töff lögg, sko. Já, ég reyndar ekkert við þetta bæta, sko. Starfsmannamál. Sko, ég var með Björg í gær,
ég veit að þið þekkist vel út af því að hún var náttúrulega þinn aðstoðarmaður. Já. Telur sig geta gert þitt starf betur heldur en þú. Já. Bara ganginu vel, hún Ganginu ágæt, hún var bara fínn aðstoðarmaður. Hún kom mér á óvart. Ég bjóst ekki við því að ég yrði svona, ekki segja hrifin en það eru meiri tökkur í henni heldur en ég bjóst við. En pælum ekki því. Kulnun eitthvað sem ég ræddi við hana. Já. Og starfsmannamál og veikindamál hjá Reykjavíkurborg eru einkennilegasta feimnismál sem að ég veit gríðarlegur kostnaður, óskiljanleg meðvirkni og fáránleg hvatastýring þar sem að fólk hefur beina hagsmuni af því að skrá sig í veikindaleyfi þar sem hún fær afturvirkt greidda yfirvinnu fyrir það að mæti ekki vinnuna og við erum að sjá fólk svona rétt skriðið við þrítugt nýkomið inn á vinnumarkað sem að fara í langtíma veikindi inn á Reykjavíkurborg nánast upp á dag þegar þau geta það. Þetta er stórkostlegur vandi og kannski mun þetta ekkert vera hluti af þessari baráttu af þessum 10 dögum sem eru eftir. En þetta með starfsmannamálin er eitthvað sem að mér þykir mjög sérstakt. Hvað finnst þér? Já, þetta er bara gríðarlegt áhugjefni og eitthvað sem að við verðum að bregðast við. Ég meina, ég held að grunnurinn að þessu sé að styrkja stjórnendur betur til þess að taka á svona málum. Við vitum alveg að það er fólk sem er að misnota veikindarétt. Ég held að sé mikill meiri hluti. Tölurnar, ég ætla ekki að fullyrða það, en tölurnar hins vegar sýna það að það er, þetta er ekki eðlilegt. Þetta er mjög mismunandi eftir því hvaða starfsemi er að ræða, en við erum líka með of hátt hlutfalla fólki í hlutastörfum sem er þannig ekki í að horfa á Reykjavíkurborg sem endilega sinni framtíðarvinnustað, er á leiðin eitthvað annað en er að hoppa inn í svona störf og hefur þannig ekki sömu tryggð kannski við vinnustaðinn og starfsfólk sem er í fullu starfi og skilurðu. Akkurat. Það þarf bara að styðja stjórnendur til þess að taka betur í hornin á þessum málum og semja þá bara frekar starfslok heldur en að hleypa fólki í þetta. Og svo mætir það aftur í nokkrar vikur og er það búið að ávinna sér réttin aftur. Já, jafnvel nokkra daga og er svo farið aftur. Þarna á bara að segja, heyrðu fyrir ekki, viltu ekki bara hætta? Frekar en að láta þetta viðgangast. Að þetta er orðin kerfisbundin vandi hjá borginni. Það er þannig. Svo er á sumum stöðum þar sem að starfsaðstæður eru óboðlegar og þar þurfum við í borginni að horfa að líta okkur nær og segja, það er kerfisbundin vandi hjá borginni að bæta ekki úr starfsaðstæðin þannig að fólki líði vel og þá komum við inn á miklu vandræðin í skólunum, grunn- og leikskólum þar sem eru bara óboðlegar starfsaðstæður. Við erum að láta fólk vinna í ónýtu húsnæði og eðlilega gefst fólk upp, fer í veikindaleyfi og þá er það kannski búið að harka af sér í mörg ár, líðandi illa af því að það elskar vinnustaðinn sinn og elskar börnin sem að þau eru að kenna. Þannig að það er ekkert eitt svar og engin einn dómur yfir fólki sem að vinnur hjá borginni hvað þetta varðar. En við þurfum sannarlega að gera betur. Við framfylgja endurkomu áætlunum sem eru persónubundnar á hvert starfsmann og fara betur í þetta. En þar koma stjórnendur, þeir eru lykil persónur í þessu að styrkja þá til þess að taka erfiðar ákvarðanir. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða.
Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákanir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Hérna, þá var yfirbyggingin. Sjálfstæðisflokkurinn hyggst ætla að taka á milli stjórnenda dæminu sem ekki gott. Það of mikið af kergjum og sérstaklega út af því að þetta líka dregur úr ákveðinni strömlínulögun gagnvart ákvörðunum. Það svo með rosalega mörg millistig það hvert skilaboðin leiða. Þitt mat, þarf að fækka millistjórnendum? Já, og ég veit bara nákvæmlega hvernig á að gera það. Já, og hvernig það? Sjálfstæðismenn tala og segja að við þurfum allir, ég tilbúin að segja upp 1000 og einhver segir ég tilbúin að segja upp 1500 eða, þú veist, menn eru með voða mikla frasa núna. Við erum einu flokkurinn sem hefur látið greina þetta, erum með vasana fulla tillögum nákvæmlega hvernig á að gera þetta. Og hérna, ég veit að ég myndi drepa alla á leiðendum með því að fara einhvern veginn ofan í það hér, en þetta eru stjórnkerfisbreytingar, þar sem að við stöndum vörðum framlínu þjónustuna, stöndum vörðum samræmdu skóla og velferðarþjónustuna gagnvart börnum og fjölskyldum og eflum hana frekar heldur en að draga úr henni. Við getum sameinað miðstöðvar, við viljum í Framsókn fækka miðstöðunum, þær eru 4 í dag í 4 borgarhlutum og við viljum gera 2 miðstöðvar í staðinn, fækka fermetrónum, fækka þeim sem að reka og sjá umsýslu og slíkt, stöðva tvíverknað í rekstri en styrkja framlínu þjónustuna. Við erum með kerfi sem heitir Betri borg fyrir börn, það sem að velferðarsvið og skóla og frístundasvið vinna saman og taka utan börn til að eitthvað bjátar á og það hefur gefist vel. Við viljum styrkja það með að stofna eina fjölskyldumiðstöð, þar sem að fjölskylduna fá mjög öfluga þjónustu. Bara svona aðgerð geti sparað hátt í milljarð á ári þegar allt komið, en við myndum efla þjónustuna. Og hérna, núna eru sífellt færri sem að koma fysiskt í þessar miðstöðar af því að stafrænu lausnirnar hafa birst á undanförnum árum og fólk sækist frekar í það, en síðan eru það viðtölin sem að eru þroskaþjálfar og sálfræðingur og félagsráðgjafar. Við viljum að þeir fari út í hverfin og veiti þjónustuna þar. Þar eigum við samfélagshús fyrir eldra fólk og fleiri, við eigum allar skólabyggingarnar. Við getum líka veitt þetta inn í þessi viðtölin í félagsmiðstöðum eða inn á heimilum fólks. Við viljum að starfsfólki fari út í hverfin og veiti þjónustuna nær fólkinu eftir að hafa átt í þessum rafrænu þjónustuleiðum og en fækka fermetrum, fækka tvíverknaði að hafa eitt bókara hér á þessari miðstöð og annan þarna. Tökum þetta miðlægt og við réðumst í breytingar á því hvernig við veitum þjónustu við fatlað fólk, tókum við reksturinn á því úr miðstöðunum og inn í Borgartún og það gefur mjög góð ákvörðun, ég upplifði þetta sjálfur. Já, það var ákvörðun sem að ég keyrði áfram og þannig að það eru bara fjölmörg tækifæri, við erum með tillögurnar, við erum búin að láta greina þetta, við getum hlaupið í þessi verkefni, stjórnmálamenn sem að koma núna og segja já, við viljum hagraði rekstur borgarinnar og eitthvað svona og við ætlum að skera niður mannréttindaskrifstofu eins og það sé einhvern veginn, það eru kannski 150-200 milljónir sem við ætlum að spara þar. Var það ekki hægt að spara þær? Jú, absolutt og við erum til í það, en þetta bara svo yfirborðskennt að því menn hafi ekki hundsvita því sem þeir eru að tala að því að þeir hafi ekki verið í meirihluta og hafi ekki séð inn í pilsugerðina og ég ætla ekki að gera úr lítið úr vilja þeirra til þess að taka þessar ákvarðanir og ráðast í verkefnið og ég hlakka til að gera það með þeim. En það sem við í Framsókn komum með að borðinu raunveruleg reynsla og þekking á því hvernig á að snúa við rekstur borgarinnar, ráðast í aðgerðir, breyta stjórnkerfinu, við erum með tillögur sem að fengu ekki hljómgrunn í síðasta meirihluta og við erum tilbúin að keyra á það í næsta meirihluta. Það það sem að forskotið sem Framsókn hefur. Við höfum sýnt að við getum það og við höfum hugur ekki til þess að ráðast í það. En þannig við þurfum hins vegar stuðning frá öðrum flokkum. Og þess vegna tala ég það verður að mynda bandalag breytingar í borginni og það bandalag verður að vera án samfylkingar vegna þess að við erum reynslunni ríkari eftir þetta kjörtímabil, hún ekki til í breytingar. Nei, þetta verður áhugavert. En þá veldi ég fyrir mér að
Þú talar hérna digurbarklega það hvað sé hægt að gera rosalega mikið og þú ert með svo mikla reynsla af því að vinna með samfélkingunni. En sko, sem leiðtogi, skortir því ekki eitthvað? Þú veist, ég meina, hvað var það? Þegar leikskólakennarar mættu hérna bandbrjálarnir í Ráðhús þar sendur dag til að tala fyrir þína hönd og hann var þarna upp á stól og allir bara, hvar Einar? Þú þóttist vera í Mexíkó eða eitthvað, ég man ekki hvað. Já, ég fór ekki mikið til útlanda en ég var erlendis þá. En fólk kannski bara efast leiðtogahafniðina og efast það að þú getur, ég meina, þú veist, það er kannski bara auðvelt að þú ert fyrirhverfandi fréttamaður, þú kannt að tala á þannig, en þegar á hólmenn er komið, að þá bara skortir því smá spæn til þess bara að rífa hlutina í gang eins og talar fyrir kosningar. Hverju myndir þú svara þessu? Þú veist, bara fólk segir bara, heyrðu, Einar Þorsteinsson, þú veist, hann er myndalegur, hann er ekkert jafn klár og hann heldur og hann er svona, hvað ég að segja, vill halda svona öllum góðum en hann mætir rosalega mikið hérna á hnefanum í viðtöl. En þegar að allt kemur til alls, þá bara hefur hann ekki það sem að þarf til þess að vera leiðtogi. Hverju myndir þú svara? Sko, spurningin er fyrir hvern á leiðtogin að vera. Á hann að vera fyrir samstarfsflokkana í einhverju meirihluta sem endist í 4 ár eða á hann að vera fyrir íbúa sem að treysta því að borgarstjórinn taki ákvarðanir sem að munu móta líf íbúana ekki bara í 1 ár eða 2 ár heldur næstu áratugi. Ég var leiðtogi fyrir borgarbúa þegar við sprengdum meirihlutan vegna þess að við trúðum ekki á stefnuna. Við lögðum allt undir til þess að knýja breytingar í takt við vilja borgarbúa. Hefði það verið leiðtoga sæmandi? Já, hefði það verið merkjum góðan leiðtoga að sitja bara áfram í meirihlutanum, þiggja launin, hlýr og góður stóll þarna upp á skrifstofu með bílstjóra og há laun og vita það innst inni að þú varst ekki að gera það sem að kjósendur vildu og þú varir að gera. Ég held að það sé ekki góður leiðtogi. Ég held ég hafi verið leiðtogi fyrir borgarbúa þegar við tókum þessa afdrifaríku ákvörðun að leggja allt undir til þess að knýja fram vilja borgarbúa, breytingu á stefnuna því að þetta er verið að taka ákvarðanir sem að móta framtíð Reykjavíkurborgar og ég tek það bara mjög alvarlega og eflaust eru einhver sem eru ósammála því að þeir hafa bara aðra skoðanir en við. Og það eru fjölmargir sem að vilja breyta lífi borgarbúa en við viljum mæta þörfunum þeirra og hlusta. Ég heyri það bara, fólk eru orðið langþreytt á því að borgin hlusti ekki á gagnrýni frá borgarbúum og við viljum bara mæta þörfum frekar en að breyta þeim. Já, ég er líka reyndar orðin þreyttur á þessu social engineering það einhvern veginn að það er verið að segja mér að það sé verið að þrengja að einkabílnum út af því það er svo miklu betra fyrir mig að breyta mínum þörfum gegn mínum vilja. Já. Það er óþolandi. En ára Þorgrímsson spurningarnar, þú ert leiðin á skrallið og velur á milli tveggja. Já. Ég held við einhvern spilað þetta. Og þú skilur einn eftir heima og fyrir með einum á djamið. Já. Ari eða Sanna? Á djamið? Já. Í því tilviki myndi ég fara með Sönnu. Aha. Ari, ég hef heyrt að hann sé svakalegur á djaminu. Já, akkurat þess vegna. Heiða Björg Hilmisdóttir eða Sigfús Aðalsteinsson? Sigfús Aðalsteinsson. Er það? Já, ég held að það sé stemming. Er það ekki? Ok. Kristín Jón eða Pétur Martins? Á djamið? Já. Þeir eru báðir örugglega bara mjög léttir sko. Við Kitti erum ágætis félagar sko og ég held að það veri gaman að fara með Kitta því að við hefum örugglega margt að tala um eftir þetta kjörtímabil. Er það ekki? Jú. Já. Björg eða Hildur? Á djamið? Björg. Aha. Já.
Við Björg erum ágætis vinir þóttu við séum í síkonum flokk. Það ekki, hún talaði fallega þig, sko. Jú, og ég meina, ég er gaman að því. Ef þú ert með stjörnu í rúðunni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á Poulsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðunni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á Poulsen.is og lætur klára málið í dag. Hlaðvarpið eins og þið vitið er í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú er ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta er valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Hörðu, ég er gleym einhverjum. Ég nota bara einhvern aftur hérna. Ari eða Siljasóli? Siljasóli? Aha. Já. Það var alltaf svo Ég vil heyra hvernig var í Norður Kóru. Fór hún eða? Nei, það var einhver í Það var einhver annar stjórninni, já. Herra, þá þau Lúkas, þú fær bara mækinn og framboðsræða. Hvað hérna, Já. af hverju ætti fólk að kjósa þig? Já. Sko, ég held að fólk átti sig kannski ekki alveg á því hvað Reykjavík er á miklum tímamótum. Af því að framundan er mikil húsnæðisuppbygging og mikil fjárfesting í samgöngu málunum. Og ef að við grípum ekki inn í núna og vindum ofan að þeirri skipulagsstefnu þéttingu, þrengingu á að fjölskyldubílnum og birtu skilyrðum inn í íbúðunum og allt það sem við erum búin að vera að tala hérna. Ef við grípum ekki inn í núna og förum að byggja öðruvísi hverfi að þá byggist borgin bara upp á forsendum þessarar þéttingar. Og þétting er ekkert eitthvað alls slæm sko, en við verðum að hlusta meira á íbúa, hlusta á þarfir markaðarins, byggja öðruvísi og núna þessi uppbygging öll að fara að hefjast á næsta kjörtímabili og á því verða teknar skipulagsákvarðanir sem verður ómögulegt að vinda ofan. Þannig að í þessum kosningum höfum við tækifæri til þess að kjósa flokka sem eru tilbúnir að taka skynsamlegri ákvörðunir og við Framsókn erum þar að móta skynsamlega skipulagsstefnu. Þetta er algjört lykilatriði. Og ef við kjósum ekki þessa flokka út núna þá verður Reykjavík mótuð svona og þetta eru 1000 íbúða, ný hverfi og það verður ekki hægt að vinda ofan að því að þetta verður komið á langt. Þannig að þetta er bara tímapunkturinn núna 16. maí. Þetta er eitt, en svo er Framsókn með, við erum á miðjunni, við sjáum öfgarnar vaksa í borgarstjórn, annars vegar miklar öfgar á vinstri vængnum, sósíalistar koma inn og vinstrið er þarna með sína 60% leiguíbúða drauma og byggingafélag og fleira og svo út á hægri vængnum eða þar er miðflokkurinn sem vil einhvern veginn hætta við allt, hætta við að byggja upp almenningssamgöngur og það er ekki skynsamlegt heldur því að við þurfum að lenda þessu einhvern veginn. Eini flokkurinn sem tala fyrir miðjunni það er Framsókn og það þarf skynsemi í borgarstjórn. Sko, það er gjá á milli borgarstjórnar og borgarbúa. Einu sinni var talað gjá á milli þings og þjóðar. Og sú gjá er vegna þess að borgin hefur brugðist traust í borgarbúa ítrekað. Ruglaðar ákvarðanir áhættu fjárfestingar í svona einhverjum verkefnum eins og Brákarborg, búsettukjarnar sem eru með engu kolefnisfótspori, bensínstöðarlóðir og fleira, svona hugmyndafræðilegar ákvarðanir þar sem að hagsmuni borgarbúa
eru bara látnir róa og það skiptir engu máli hvað hlutinni kosta og þetta farið að telja á milljörðum og það verður að vinda ofan á svona hugmyndafræði. Sýniði ábyrgð. Við í Framsókn höfum sýnt það að við kunnum að taka til í rekstrinum. Við tókum við miklum halla í upphafi kjörtímabilsins, réðumst á hann, hagrætum með mildi gagnvart framlínu þjónustunni að leiðarljósi, hagrætum inn í kerfinu, tókum 20 milljarða jákvæðan snúning á borginni og skiluðum afgangi þegar eftir mitt ár sem borgarstjóri. Þá tók nýja meirihlutann 1 ár að snúa honum aftur í 10 milljarða í mínus. Þetta ekkert rosalega flókið, en ef það á að reka borgina réttum með við núllið og eiga fyrir hlutunum, og það eina leiðin til þess að bæta þjónustuna, það að eiga fyrir hlutunum. Staðan í könnunum akkurat þannig í dag að það verður útilokað að mynda meirihluta án samfylkingar nema Framsókn fái meiri stuðning og það bara staðan og þá gerist það sama og gerist eftir síðustu kosningar að vinstri flokkarnir læsa sig saman og það verður ekki hægt að mynda meirihluta breytingar. Við í Framsókn viljum bandalag breytingar og breyttar áherslur og erum til þjónustu reiðubúin. Einar Þorsteinsson, takk hérlega fyrir að koma. Þangað til næst. Takk fyrir.